Liður 12 er umferðaröryggi í kringum skóla. Ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg Tómasdóttir kynnir málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Öruggt er að allir hérna inni labbi á einhvers konar bílastæði flesta daga vikunar. Hvort sem það sé þegar við erum að fara í búðina eða í skólan eða í vinnuna. Bílastæði er því ágætlega stór hluti af daglegu líf okkar og er því áhugavert að skoða þeirra og hafa í huga að þau eru ekki þannig sé skipulag fyrir okkur heldur bílan okkar. Þá farið því kannski að velta fyrir ykkur en segja þess ekki sjálft að bílastæði að vera hönnuð fyrir bíla. Jú, að sjálfsögðu að bílastæði vera hönnuð fyrir bíla og vera hönnuð þannig hátt að sé hægt að koma sem flestum bílum á skilvirkan hátt á stæðið. En það virðist þó oft gleymast að fólk, og þetta ætla ég sérstaklega að leggja áherslu á börn og ungmenni, þau þurfa líka að geta labbað á stæðinu til þess að komast á áfangastæðin sinn og eiga að geta gert það án þess að stefna sér í hættu. Að því að börn og ungmenni ganga ekkert síður á bílastæðum en fullorðið fólk og við fjölbreyttar aðstæður. Ég minna ef maður er að fara í og úr skóla, á íþróttaæfingar eða þegar maður er að fara með foreldra sinni í verslanir. Og á veturna þegar það er dimmt stóran hluta dagsins og jafnvel hálkaði snjór, þá geta aðstæðurnar orðið enn hættulegri. Vandamáli er að bílastæðin hér á Akureyri virðast mörg vera skipulögð án einhvers rosalegrar tillitssemi tilgangandi vegfarenda. Það eru oft engin skýr gangsvæði og gangbrautir og ef það eru gangsvæði til staðar þá eru þau oft ekki nógu mörg. Þetta veldur því að maður er ofta að labba á milli bíla og hefur örugglega öll lent í því að labba næstu fyrir bakkandi bíl. Þetta skapar ákveðnar hættur sem er auðvelt að laga ef maður myndi bara nálgast skipulagninguna með öðruvísi augum. En bílastæði við Menntaskólann á Akureyri er mjög gott dæmi bílastæði sem er skipulagt út frá skilvirkni en ekki öryggi. Engar gangbrautir er að finna og aðeins ein gangstétt er á stæðinu. Þetta veldur því að töluverður fjöldi ungmenna þarf að labba meðal bílana til þess að komast í og úr skólanum sem skapar aftur óþarfa hættu. En Giljaskóli hefur nú verið að biðja nýtt bílastæði í mörg ár. Þið hafið líklega séð myndbandi sem þau gerðu 2020, en við í ungmennaráðinu höfum allavega fengið að sjá það að minnstakosti tvisvar með töluverðu millibili, þannig ég ætla að leyfa mér að draga það álykt en þið hafið líka séð það. En í myndbandinu segja krakkarnir frá því að bílastæði getur verið hættulegt og biðja bæinn að bæta það. Þau segja frá því að það sé alltof þröngt á stæðinu og að séu allir að tróðast og finna bara heilt yfir fyrir óöryggi. Þau komu með tillögur með að setja vegg á milli stæðana hjá Kiðagil og Giljaskóla og að bæta við sér sleppsvæði. En mér datt í huga að væri hægt að vera með einstefnu á stæðinu, í stað þess að byggja vegg, og mála örvar á stæðið ásamt því að vera með sér sleppsvæði eins og þau nefna. En ég ætla að segja ykkur frá því að ein þeirra sem kemur fram í myndbandinu frá Giljaskóla situr núna með okkur í ráðinu. Hún var 10 ára þegar myndbandið var gert og er núna 16 ára í dag. Finnst okkur þetta eðlilegt? Að börn þurfa í mörg ár að biðja aukið öryggi. En nú er ég engin fjármálafræðingur og veit þar af leiðandi ekkert hvað myndi kosta bætastæðið og langar mig því að spyrja, hvað myndi það í rauninni kosta? Er þetta of mikill peningur sem að bærinn þar af leiðandi tímir ekki? Og ef við eigum að koma okkur skoðun þá finnst okkur í ungmennaráði mikilvægra að setja öryggi nemanda og starfsmanna skólans í forgang fram yfir sparnað. En sem dæmi stæði þar sem skipulagi er töluvert betra en annars staðar, þá má nefna Norðurtorg. Þetta er með nýrri stæðum bæjarins en þó ekki alveg gallalaust. Það eru ákveðin gangsvæði og nokkra gangbrautir en að mínu mati mætti fjölga þeim. En að lokum vil ég hvetja ykkur til þess að vinna að því að endurskoða bílastæðin á Akureyri með öryggi gangandi vegfarenda að leiðarljósi. Með því að huga að öryggi fólks getum við skapað umhverfi þar sem að allir komast að leiða sinnar á öruggan og þægilegan hátt. Og ég vil biðja ykkur að skoða hvað er hægt að gera hjá Giljaskóla og tryggja að skólinn fá að vera með í framtíðar endurbótum og fá að vera með á nótunum hvar í kerfinu málið er statt. Tökum skref í átt að öruggari bæ, af því að það munu allir græða á því. Takk fyrir mig.
Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg lokið máli sínu og bæjarstjórnarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir stígur upp í pontu. Fundarstjóri, kæra ungmennaráð og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Bara kæra þakkir fyrir þessa fínu yfirferð, Fríða, og þessa mikilvægu brýningu. Ég sitt sjálf í skipulagsráði og hugsaði einmitt þegar það var komið á dagskrá, hvernig ætli málin standi. Við höfum ekki rætt þetta mjög lengi inn í skipulagsráði þar að segja. Og það engin, það er náttúrulega Giljaskólaplani var sérstaklega ég þeirri það eftir, en svona úttekt á bílastæðum í kringum skólana hefur ekkert endilega verið gerð. Og bara brýning fyrir okkur, maður taka málið upp og við munum þeir sem setjum í skipulagsráði sannarlega gera það. Bílastæði eins og þú nefnir, Fríða, bílastæði og börn, þetta er bara hættuleg blanda. Það er hættulegt að labba á bílastæðum og það ekki nógu skýrar gönguleiðir og svo framvegis. Það var farið, fyrir einhverjum árum var farið í að ég man eftir í að endurskipuleggja innkeysluna við síðuskóla og bílastæðin þar og Giljaskóli hefur verið til umræðu mjög lengi eins og bendir á 6 ár er alltaf langur tími þar sem þessi fulltrúi hefur setið og þetta hefur sjálfst verið lengur og auðvitað hefur að vera búin að leysa þetta og kostnaður, ég bara hef það ekki á taktinum, hvað myndi mögulega kosta, það fer náttúrulega væntanlega eftir í hvað yrði gert á endanum og svo erum við með mismunandi starfsemi þarna og það einhvers konar kannski myndi ég ætla kannski ekki alveg samhljóma þær hugmyndir sem fólk hefur hvernig ætti að klára málið. Við höfum sérstaklega, þú veist, og bara núna þegar ég fer að hugsa, þú veist, við höfum verið að skoða bílastæði við Skauthöllina sem alveg skelfilegt. Þar getur við hvergi gengið og strætóstöðin og það hefur verið að skoða staðsetningu á henni og svo framvegis. Þannig við getum sannarlega gert betur í þessu, bara frábært að fá þetta hérna inn á og sýnir í raun fyrir okkur, þetta bara svo góð ábending, við höfum ekki kannski huga nógu vel að þessu og hvað þessi fundur sérstaklega góður. Þess að þegar þetta svo fjölbreytt mál sem þið hefur komið með og allar þessar ábendingar maður hugsa, já auðvitað, heyrðu við tökum þetta. Og þetta bara svo góð áminning fyrir okkur bæjarfulltrúa sem kannski svona að kapna í einhverju bara daglegu málum og munum ekki eftir eða það kemur ekki til okkar þessi sérstöku mál. Þannig að bara enn og aftur, kæra þakkir. Þá hefur bæjarstjórnarfulltrúi Halla Björk lokið máli sínu og orðið opið. Bæjarfulltrúi Brynja Hlíf stígur upp í pontu. Forsetar, ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar. Ég seti í umhverfis- og mannvirkjaráði og þetta hefur aldeilis verið rætt hjá okkur. Get sagt ykkur það að við rættum þetta bara mjög nýlega þá umferðaröryggið í kringum Giljaskóla. Og mér langar til að segja ykkur frá því, ég var að fletta því upp bara til þess að rifja upp að þetta verkefni inn á framkvæmdaáætlun hjá okkur. Og varðandi kostnað þá erum við með bæði aðkomu og skólalóð saman í leið hérna og það eru þá 55 milljónir á þessu ári, 25 á næsta og 75 á þar næsta. Þannig að við erum að gera ráð fyrir að fara í ágætis framkvæmdir þarna á svæðinu. Mér finnst umferðaröryggismál á bílastæðum skipta alveg óbúslega miklu máli og þá sérstaklega hjá skólum og leikskólum. Og já, við ætlum að græja þetta. Við fórum aðeins yfir málin hjá Glerárskóla í fyrra ef ég man rétt og við settum upp hlið og reyndum að gera okkar besta til þess að gera svæðið örlítið öruggara og núna þá einmitt Giljaskóli næstur
Það er verið að hanna framkvæmdina og vonandi bara getum við farið í þetta sem fyrst. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Brynjar Hlíf lokið máli sínu og ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg stígur upp í pontu. Forseti, ungmennar og bæjarráð og allir gestir. Takk fyrir þetta. Það er mjög jákvæmt að heyra að það sé verið að gera eitthvað í þessu. Og þá myndi ég kannski bara vilja að biðja að Giljaskóli fái þá að vita það líka. Að þau séu í rauninni með í þessu og fá að því að ég geti ímyndað mér að þau séu kannski smá týnd í þessu ef að þau hafi ekki verið með með á nótunum, að þau fá að vita, ok, þetta er á framkvæmdaáætlun, við erum að fara í þetta, þannig að þau, í rauninni, séu upplýst líka, að ég held að það sé mjög mikilvægt. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Lára Halldóra stígur upp í pontu. Já, forsetar og ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar aðrir gestir. Já, ég vil þakka fyrir að þetta mál hafi verið tekið á dagskrá og aftur setja á mig hinn hattinn og tala sem kennari við Giljaskóla, þar sem að ég kem inn á þetta plan og hverjum einasta degi og er búin að vera að samferða fulltrúum hér í ungmennaráði í nokkuð mörg ári í þessum skóla. Og ég ætla að byrja á að tilkynna að starfsfólk Giljaskóla vita því að þetta kom á framkvæmdaáætlun, þannig að það sé alveg ljóst. En mér langar að brýna okkur aðeins öll í því að hugsa kannski meira í einfaldari lausnum, þegar að kannski stærri lausnirnar eru svona kostnaðarsamari og þarf meira til þess að framkvæma þær. Vegna þess að ég er alveg sannfærð það að þessar leiðir sem að þú Fríða nefnir eins og að gera einstefnu við skólan og annað slíkt, að ég er alveg viss það að það hefði verið hægt að fara í þær framkvæmdir fyrir mörgum árum síðan. Og í rauninni kannski gera umferðaröryggið meira við skólan með einföldum aðgerðum meðan að var verið að bíða eftir því að stærri aðgerðir kæmust á dagskrá og þetta á alveg örugglega ekki eingöngu við Giljaskóla og framkvæmdir þar, við höfum bara að hugsa í svona lausnum miklu oftar. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Hilda Jana stígur upp í pontu. Fundarstjóri, kæru ungmennaráð og bæjarfulltrúar og aðrir gestir, ég vildi koma aðalega upp, þessi bílastæðumræða reyndar frábær og algjört spark í rassinn að fara í gegnum hana. Það er einhvern veginn eins og allir að hverfa leiðar að fara út úr bílunum og birtast þar aftur búnir í erindunum, þannig að þetta er sannarlega eitthvað sem þarf að fara yfir. En það er eitt sem mig langaði bara að benda ykkur á í ungmennaráði. Nú, ég er til dæmis að fara að hætta í bæjarstjórn og ég hefði mjög gjarnan vilja vita það svona fyrirfram hvar ég get átta mig aðeins betur á því hvað fólki í pólitíkina ætla sér að gera. Og það er stundum dálítið flókið að átta sig á því. En eitt af því sem að mér finnst allavega mjög gagnlegt er á hver einasta ári þá sett fram framkvæmdaáætlun sem að einmitt hún bæjarfulltrúi Brynja var að nefna hérna áðan, þar sem meðal annars Giljaskóli skólalóðin er nefnd. En af því þegar við talaðum svo marga framkvæmdir, hvort sem að það tengist Hlíðaskóla eða frístund eða fleirum framkvæmdum, þá er búið að leggja fram framkvæmdaáætlun næstu ára sem auðvitað getur tekið breytingum og það kemur ný bæjarstjórn. En þar kemur fram 26, 7, 8 og 9 hvað á að gera framkvæmdum og það getur örugglega verið gagnlegt fyrir ykkur að rýna það. Hvort að svo áætlun sé í samræmi við ykkar væntingar. Þið getur bara googlað fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2026 og ef þið flettið þá er blaðsíða sem heitir framkvæmdaáætlun. Þetta er að mínu viti eitt besta skjali til að sjá forgangsröðun bæjarstjórnar eða réttar sagt meiri hluta bæjarstjórnar. Þá hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Jana Salome stígur upp í pontu. Forseti, ungmennaráðsfulltrúar og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir.
Án þess að lengja fundin mikið vil ég þakka þessa góðu umræðu umferðaröryggi en vil þó bara minna á það að stærsta umferðaröryggisaðgerðin er líklegast sú að við hættum að skutla börnum í skólan. Í jafn miklu mæli og gert er. Þar fækkum við bílum því að þegar að helsta afsökunin fyrir því að þú skutlar barninu þínu í skólan er að því að það eru svo rosalega mikið af bílum að koma á sama tíma og þú vilt tryggja öryggi barnsins þíns með því að skutla þig í skólan, þá erum við bara að hella olíu á eldinn. Þannig að við getum farið í og þurfum að fara á mörgum stöðum í lausnir og leysa þessi mál. En númer 1, 2 og 3 þurfum við líka að labba meira, þau okkar sem getum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salome lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson stígur upp í pontu. Forsetar ágætu ungmennaráðsfulltrúar og aðrir bæjarfulltrúar. Ef ég maður rétt þá var þessi umræða Giljaskóla hér áður en þið komu öll í ungmennaráð fyrir einhverjum árum síðan. Ég held mér þess á síðasta kjörtímabili og ég hef nú að játa það að ég tek undir með bæjarfulltrúa Láru að það er mjög auðvelt að leysa þetta allavega í einhvern smá tíma á meðan að vera að leita þessari fullkomnu lausn sem er alltaf verið að leita hjá bænum. Og það kostar eiginlega ekki neitt. Þannig að það er alveg ótrúlegt að það sé ekki búið að gera þetta. Þetta er bara slugsháttur hjá okkur að klára þetta ekki. Því að það þarf ekki að neina að loka þann á milli Giljaskóla og leikskólans. Það er hægt að búið til að auka stæði með sér með því. Það er bara hægt að gera með einföldu grindverki. Það tekur eitthvað snjallan smið, svona kannski 1 vinnudag að leysa það og setja þessa einstöfn á eða hringakstur þann á. Bara til þess að laga þetta allavega þangað til að hinn tillagan kemur og lausnin. Þannig að ég legg nú bara til að umsa fari bara í þetta í góðviðrinu sem verður hérna á næstu dögum og leysi bara þetta allavega. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og orðið er opið. Bæjarfulltrúi Brynjar Hlíf stígur upp í pontu. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar. Ég vil þakka öllum sem hafa komið hérna upp. Það eru svo mörg að kannski þarf að vera að telja þau öll upp. Fyrir góðar ábendingar, gera þetta einfalt. Ég held að það sé bara alveg frábær hugmynd. Við gleymum okkur stundum í að vilja gera allt og vel og lítum þá kannski fram hjá þessum einföldu hugmyndum. En ég tek þetta til mín. Ég fer með þetta í ráðið, sviðið og kanna hvað við getum gert og þá sem fyrst. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Brynjar Hlíf lokið máli sínu og orðið er opið. Bæjarstjórnarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir stígur upp í pontu. Fundarstjóri, ungmennaráð, ég vil bara hér í lokin fyrir hönd bæjarstjórnar þakka fyrir virkilega góðan fund og gott samtal og frábær erindi og því að við staðlið ykkur alveg bara gríðarlega vel. Við getum hort bjartsýn til framtíðar við hérna sem bara þið takið við af okkur og það verður gaman að fylgjast með hvernig rætist úr ykkur og vonandi einhverju koma hérna í pólitík og geta látið verkinn tala. Þið hafið bent á alls konar fína lausnir sem við ætlum núna að grípa vonandi. Förum með þessum málum verðum öllum beint inn til bæjarráðs þar sem að það fær umfjöllun. Bæjarráð vísa síðan erindunum til þeirra fagráða sem við höfum og svo ratar það vonandi inn í starfsáætlanir og fjárhagsáætlanir sem að bæjarfulltrúi Hilda bent ykkur á að kíkja aðeins í. Og að þessu sögðu það sem bara enn og aftur kæra þakkir, þetta búið að vera frábær fundur. Takk fyrir okkur.
Þá er bæjarstjórnarfundi 2026 slítið. Nú kleppið.